Hæ, long time no see. Í dag langaði mig að tala við ykkur uppáhalds Real Techniques burstana mína. Ég ákvað að velja 10 bursta. Það var svona passlegt magn til þess að hafa þetta vídeó ekki allt of langt, en ég hefði getað valið miklu fleiri. Ég ætla bara að segja ykkur aðeins frá þessum burstum hvernig ég nota þá, af því að Real Techniques burstar svolítið svona, það er ofta að nota á ýmsa vegu. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég nota mína bursta. Það þarf ekki vera að það sé á sama hátt og þið notið ykkar bursta, en þá getið þið kannski fengið hugmyndir af nýjum leiðum til að nota burstana. Þannig að ég ætla bara að byrja á andlitsburstunum. Og já, þeir eru smá skítugir sumir, en uppáhalds burstar í stanslausu notkun. Þetta er Bold Metals púðurburstin. Ég nota hann í púður. Mér finnst það bæði góður í laust púður og í föstu formi og ég dumpa honum bara svona yfir andlitið. Hann er rosa mjúkur sem ég finnst mjög mikilvægt af því að ég er með viðkvæma húð og verð auðveldlega rauð í framan. Og það er ekkert verra heldur en að vera búin að gera húðina kannski rosalega fína og fara svo yfir með púðurbursta sem stingur og maður verður allur rauður og ljótur. Ekki cool. En þessi gerir það alls ekki. Hann er rosa mjúkur og gerir sitt gagn. Sculpting brush notaði ég til að byrja með í make, en upp á síðkasti hef ég verið að nota hann til þess að skyggja með. Og hann er súper góður í það vegna þess, eins og ég sagði áðan, að húðin mín er viðkvæm og þegar maður er að skyggja, til dæmis hérna undir kinnbeinunum, þá er maður svolítið að draga burstan fram og tilbaka, en af því að þessi er svo mjúkur, þá hreyfir hann ekki við farðanum og húðin verður ekki pirruð. Þannig að ég mæli hiklaust með þessum til að kontóra með. Og ég get alveg að dreigja hann fram og tilbaka og svo snýja honum oft svona til að draga skygginguna aðeins upp á kinnbeinið. Þannig að ég fíla þennan í drasl. Multitask brush hef ég reyndar líka notað til að skyggja. Ég notaði hann bara þannig fyrst. Þá ger ég bara svona og pressa ég hann svona saman svo að veri mjórri og fer hérna. Og hann er náttúrulega svona í laginu, þannig að hann er líka góður í sólapúður og alls konar. Kinnalit hef ég notað henni líka, en það sem ég nota hann aðallega í núna er þegar ég er búin að skyggja og ætla svona að blanda skygginguna út og nota hann í sólapúður líka, fer með hann út allt andlit. Rosa góður bursti. Ekki bursti en svampur og þetta er klárlega uppáhalds Real Techniques varan mín. Ég er búin að nota þennan svamp í nokkur ár, stanslaust. Ég leitast eftir svona þéttri áferð þegar ég set á mig farða og ég kemst með hann undir augun líka í hyljara. Mér finnst hann bara rosalega góður. Ég hef átt alveg nokkra en hann endist samt rosalega vel ef maður passar sig bara að þrífa hann eftir hverja notkun. Þessi bursti er alltaf í veskinu mínu og hann nota ég til þess að setja púður undir augun. Hann heitir Contour Brush og ég hef í rauninni aldrei notað hann í það, en hann passa bara svona fullkomlega undir augun og ég er alltaf með hann í veskinu og nota hann með blott púðri. Ef ég fer að glansa einhvers staðar yfir daginn þá er bara voða þægilegt að dumpa honum svona hér og þar andlitið. Og rosa mjúkur, pikkar púðrið vel upp. Elska þennan. Annar Bold Metals bursti, þessi er númer 200 og þetta er augnskuggabursti sem ég man ekki nákvæmlega hvað heitir. Hann er rosalega mjúkur og svolítið stór. Mér finnst gott að nota hann til þess að dumpa bara augnskugga á augnlokkið ef ég er að fara að gera eitthvað einfalt look, eins og ef ég er til dæmis búin að setja með eyeliner, smötsa hann út og ætla bara að gera smóki með einum augnskugga, þá finnst mér þessi rosalega góður í það. Bara setja litin yfir allt augnlokkið og kannski aðeins bursta upp á augnbein, af því hann er svolítið fluffy, en samt alveg nógu stífur til þess að pikka augskuggan vel upp. Svo er hann líka bara svo sætur. Þessi Bold Metals bursti 201, ég nota hann rosa mikið til að smötsa út, ef ég er að gera svona grunge look, þá smötsa ég út eyeliner með honum og set augskugga undir augað. Hann er örugglega mjög góður í glóbuslínu hjá mörgum, en ég er með frekar lítið augsvæði þannig að hann er of stór í það en passar akkurat hérna undir, mjög góður í það. Þessi heitir Deluxe Crease Brush og hann er líka, eins og ég segi, svolítið stór fyrir mitt augsvæði, en ég nota hann í hyljara. Hann er mjög mjúkur, dreifir vel úr hyljaranum, en kannski aðeins of stór í krísið hjá mér. Þessi hins vegar, Base Shadow Brush, finnst mér fullkominn til að blanda í glóbuslínu. Af því að hann er svona pínu flatur, þá passar hann akkurat hérna onni og svo getur maður líka að snúa honum svona og blanda aðeins upp á augnbein. En hann er líka mjög góður til að setja augskuggann á augnlokkið með. Svo að lokum er það Setting Brush, en ég nota hann til að blanda með. Mér finnst hann góður blöndunarbursti upp á augnbeinið, hann er svo svolítið fluffy, kannski frekar stór, en svo er hann líka mjög góður til að setja hyljaran með undir augunum, en eins og ég segi þá nota ég þennan frekar í það.
En þetta er frábær blöndunarbursti, ég mæli með því að þið prófið hann í blöndun. Já, þá er það komið. Þetta voru mínir uppáhalds Real Techniques burstar. Vonandi fenguð þið einhverjar hugmyndir af því hvernig þið getið notað ykkar bursta. Endilega likeið og skiljið eftir komment ef ykkur langar til þess. Og ekki gleyma að fylgja mér á Instagram og Snapchat, þar er ég rosalega virk. Bæjó! Þetta er... gott, svo veit ég ekki eins og hvað þetta heitir. Er þetta vídeo eða? Æ.